Hvernig taka á þátt í vefstofum eða veffundum á vegum Rannís í gegnum Adobe Connect vefkerfið. Í auglýsingu eða boði þátttöku er vefslóð eða linkur sem lítur einhvern veginn svona út. Þú smellir eða afritar linkinn yfir í vefskoðara. Vefslóðin færir þig hingað á innskráningar síðu vefstofunar eða veffundarins. Það er sjálfvalið að fara inn á fundinn sem gestur og því er haldið óbreyttu. Í nafni ritsins er gott að setja fornafn og vinnustað. Ég set inn Óskar Annar Rannís. Adobe Connect kerfið er veflaust og það þarf ekki að hlaða niður neinum sérstökum hugbúnaði til þess að nota það. Hins vegar þarf að vera flash player á þeirri tölvu sem notuð er. Ef svo er ekki, gætu komið skilaboð að það þurfi að setja upp þann hugbúnað eða uppfæra. En það er óalgengt að flash player sé ekki uppsettur. Það er líka líklegt að uppkomi gluggar þar sem Adobe Connect biður aðgang að míkrafóni og myndavél. Mjög mikilvægt er að segja já við þessum beiðnum. En kíkjum þá inn á fundarherbergið með því að velja Enter Room. Þegar við komum inn er okkur boðið upp á ýmis ráð það hvernig hægt er að nota kerfið. Það er hægt að skoða þetta ef maður vill eða einfaldlega loka. En svona lítur einfalt og hefðbundið fundarumhverfi út. Í þessu dæmi erum við ekki að nota vefmyndavélar. Förum í gegnum þessa númeruðu liði sem eru á glærunni. 1. Hér sjáum við hver er á staðnum og í þessu tilviki er það ég sem fundarstjóri, host og annar ég sem þáttakandi eða participant. Þegar þú kemur inn á fundinn verður ekki þetta litla íkon hér fyrir hljóðnema við hliðina á þínu nafni. Við komum að því fljótlega. Hérna er hægt að skrifa inn athugasemdir. Á kynningarvefstofum er algengt að aðeins sé boðið upp á þennan valkost fyrir þáttakendur til að skrifa inn sínar spurningar. Hér er hægt að skrifa inn spurningar. Hefðbundin chat gluggi. Næst er að athuga hvort að hljóðið sé ekki að virka rétt. Athugaðu að það þarf að vera búið að tengja þann hljóðnema sem á að nota við tölvuna áður en farið er inn á fundinn. En við förum í Meeting og veljum þar Audio Setup Wizard. Við erum boðin velkomin og höldum áfram. Og getum nú athugað hvort að hljóð frá kerfinu sé ekki að skila sér. Athugum það með því að velja Play Sound. Jú, þetta er að skila sér allrækilega. Þannig að við höldum áfram á næsta skref og þar þurfum við að velja þann míkrafón sem er notaður. Í þessu tilviki hjá mér eru 2 í boði og ég þarf að passa mig á því að það er þessi hér sem ég ætla að nota. Headset. Það er mjög mikilvægt að nota hljóðnema með sæmilegum gæðum ef þú vilt taka til máls. Ef þú hefur til dæmis notað Skype með góðum árangri, þá ætti þetta að ganga vel líka. Innbyggðir hljóðnemar í fartölvum skila oft mjög slæmu hljóði. Ef þáttakandi er einn við sína tölvu, mæli ég með heyrnartóli með hljóðnema, en ef fleiri en einn vilja taka þátt í gegnum sömu tölvu er fundarsími góð lausn. Hér er dæmi einfalt heyrnartól með hljóðnema og fundarsíma. Ódýrustu heyrnartól er hægt að fá á 1000 krónur
en við mælum með heyrnartólum með USB tengi sem að kostar nokkra þúsund kalla í viðbót. Fundarsíminn kostar hins vegar nokkuð meira og gæti verið nálægt 20.000 krónum. En ég sem sagt búinn að velja þennan hljóðnema og nú skulum við athuga hvort að hann að virka. Við förum áfram og okkur boðið upp á að gera upptöku. Veljum það. Hérna kemur einmitt gluggi þar sem að beðið heimild til þess að nota camera and microphone access og við segjum allow. Og prufan farin af stað. Hljóðpróf, prufa. Við sjáum að súlan hérna að hreyfast sem að þýðir að þetta að virka. Þannig að við getum gert stopp. Og til að athuga hvernig hljóðið að skila sér, hvort að gæðin sé ekki ásættanleg, getum við prófað að hlusta á upptökuna. Og prufan farin af stað. Hljóðpróf. Þetta gekk alveg ljómandi, hljóðið skilaði sér vel. Þannig að við höldum áfram og að lokum það test silence athugun sem til þess að draga úr umhverfishljóðum þegar þú tekur til máls. Passaðu bara að hafa hljótt á meðan ferlið í gangi. Veljum test silence. Og þetta komið og við getum þá lokið ferlinu og ýtt á finish. Þá það samskiptahnappurinn sem notaður til þess að biðja orðið og koma myndrænum skilaboðum á framfæri. Ef þú vilt taka til máls, réttir þú upp hendina. Svona. Þú sérð að þetta íkon núna komið við hliðina á nafninu þínu á þáttakendalista og fundarstjórinn fær líka tilkynningu. Ef það í boði og ef fundarstjóri vill hleypa þér að, þá þér veitt heimild til þess að nota hljóðnemann og þá birtist þetta íkon hér en ekki fyrr. Og það birtist líka hérna við hliðina á nafninu á þáttakendalista. Til að setja hendina niður aftur aftur smellt á íkonið. Nú. Já, það farið. Svona. Ef beðið álit þáttakanda á einhverju, hægt að láta það í ljós með því að vera sammála eða á móti. Við erum sammála einhverju, þetta birtist hér, eða á móti, og ef við smellum aftur á þetta þá hverfur þetta. Síðan hér nokkur myndræn skilaboð sem hægt að nota eftir þörfum. En að lokum það hljóðneminn. Mundu að þetta íkon sést ekki fyrir að fundarstjórinn hefur veittir heimild til að nota hann. Íkonið núna grátt sem að þýðir að hljóðneminn ekki virkur. Vegna þess að við erum búin að fara í gegnum Audio Setup Wizard-ferlið á að duga að smella bara á íkonið. En til öryggis getum við athugað hvaða hljóðnema kerfið ætlar að nota með því að fara í Select Microphone. Þetta eins og það á að vera. Þannig að við getum bara smellt á íkonið sem að verður þá grænt. Og eins og þið tókuð eftir að þá kom inn echo vegna þess að við fórum að heyra í sjálfum mér aftur. Þegar við tölum sjást hljóðbylgjur frá þessu íkoni sem að segir okkur að kerfið að nema hljóðið. Eftir að þú hefur sagt allt sem þú vildi koma framfæri, lokaru aftur fyrir hljóðnemann með því að smella á íkonið aftur. Og þá kemur þetta yfirstrik yfir. Kveikt. Slökkt. Heimildin til að tala áfram helst, en ekki taka til máls nema fundarstjóri hafi gefið þér orðið eftir að þú hefur beðið það með því að lyfta upp hendi. Nú ættir þú að geta látið ljós þitt skína á Rannís vefstofum og veffundum. Gangi þér vel.